Þetta sem sagt, það tekur tíma að komast þarna upp, þannig að það maður 1,5 mánuð. 1,5 mánuð? Já, og þegar maður búinn með þessa aðlögun að fara upp og niður fjallið og að koma sér hærra og fara niður aftur í 6.400 metra hæð og það enda svo hátt að við rauninni ekki að hvíla okkur. Man bara væslast upp, bara smá saman. Líkaminn að ganga á sjálfan sig, hann að éta upp vöðvamassan og maður léttist bara á því verður og getur ekki haldið líkastingt, þannig að maður bara hægt að deyja í rauninni. Og síðan þegar maður ætlar að reyna að jafna sig þá þarf maður að ganga í 2 daga niður, keyra í heilan dag til að komast á hótel með kaldu herbergi og kaldri sturtu og ætla þar að reyna að jafna sig og hætta að hósta og fá lífsviljan til þess að geta farið upp aftur og langað virkilega til þess að gera allöfuna við toppinn. Þannig að þetta tóm gleði. Í Nepal stendur hæsti tindur veraldar, 8.848 metrum yfir sjávarmáli. Allir hafa heyrt af þessum tindi, 7 Íslendingar hafa klifið hann, en aðeins 1 hefur farið norðurhlið fjallsins til að komast að honum. Leifur Örn Svavarsson fjallgöngumaður af guðsnáð. Mér ofbauð að heyra hvert hann hafi ferðast eingöngu á síðustu vikum, en í gegnum tíðina hefur hann gengið á tindana 7 margoft yfir Grænlandsjökul, stigið fæti á Norðurpólinn og Suðurpólinn, Pík Lenin í Kirgistan og Machu Picchu í Perú. Miðað við þessa ferðareynslu og ævintýraþrá kom mér óvart að heyra hann segja að áður en hann féllst á að klífa fjallið árið 2013 hafi Leifur ekki nokkurn áhuga á því að standa á toppi veraldar, Mount Everest. Þó að gangan upp á Everest hljómi eins og spennandi ævintýri, og eflaust hún það, eru margar hættur sem fylgja svona ferðum, en þess má geta að Leifur nýkominn heim frá Nepal þar sem hann sótti líkamsleifar 2 íslenskra fjallgöngumanna sem fórust á fjallinu Pumori fyrir 30 árum. Leifur segir okkur frá sinni reynslu af því að halda sönsum vikum saman í rúmlega 6.000 metra hæð þar sem orkuleysi og einkenni háfjallaveiki láta finna fyrir sér áður en nokkura klukkutíma rammi gefst til að láta reyna á loka hnykk fjallsins og komast upp á topp. Það erfitt að setja sig í aðstæður erfiðisins sem fylgir svona göngu og átta sig á hættunum sem fylgja. Tölfræðin lýgur samt engu lífshættuna sem Everest-farar setja sig í, en þeir sem klífa fjallið ganga fram hjá rúmlega 200 frosnum líkum annara klifrara sem allir ætluðu sér að komast heilir heim niður á fjallinu. Þetta áhættusamt ferðalag, en það breytir því ekki að Leifur að undirbúa sig fyrir aðra ferð á Everest árið 2019 og ef allt fer á óskum verður hann einn af afar fáar einstaklingum í heiminum til að stíga á toppinn tvisvar. Það er engin skömm í því að tengja ekki við löngunina í að klífa háfjalla kirkjugarð með súrefnisgrímu og í Dungala til þess að standa á hæsta punkti jarðarinnar í nokkra mínútur, en öll tengjum við nú það að langa af og til í pítsu. Kjörin leið til þess er að nýta sér hádegistilboð Dominos. Það lýsir sig þannig að þú pantaði miðlungspítsu á matseli, ég endurtek af matseli, ekki 2 eða 3 álegstegundir og svo kantolíu og svartur pipar, heldur fullbúin pizza. Þú pantaði miðlungspítsu á matseli og farði gos með á aðeins 1.500 krónur, eða þú pantaði litla pizza á matseli og gos með á 1.000 krónur. Alla virka daga, laugadagar og sunnudagar og miðvikudagar þess vegna meðtaldir á milli 11 og 4. Þessi þáttur í boði Dominos og kann ég þeim bestu þakkir fyrir. Fáum nú sögur einhverjum metrum yfir sjávarmáli frá Leifi Erni Svavarsinni. Gleðileg jól og gjörið þið svo vel. Herðu, Leifur Örn Svavarsson, vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir það. Þú hefur staðið á toppi veraldar. Ég hef staðið á toppi Everest, já, hæstu fjalli jarðar. Já, og það magnaða með það er að þú fóst upp norðurhlið fjallsins. Já, rétt. Og ert eini Íslendingurinn sem hefur gert það, eða ekki? Jú, það stemmir. Getur þú sagt mér að til að byrja með af hverju þú ferð upp norðurhliðina og af hverju hún er svona sjaldfarin, af hverju fer fólk hann ekki vanlega? Hún er nú kannski, hún er sjaldnar farin en er kannski önnur af 2 svona meginleiðunum á fjallið og það eru nokkur ástæði fyrir því og hún er kannski aðeins tæknilega erfiðari, en mér fannst það ekki, mér fannst það í sjálfu sér bara kostur. Hún er ekki, það er svona klöngur í leiðinni, frekar heldur en klifur. Og sem þýðir á til dæmis toppadeginum þarf maður að nota hendunar aðeins bara í klettum á þess að vera neitt gríðarlega erfið klettaklifur. Og fyrir mig var það bara kostur að þetta brýtur aðeins upp daginn, þannig að það er alltaf eitthvað að gerast, það er eitthvað framundan og það er turn sem þú ert að komast yfir eða framhjá og það að vera að nota hendurna líka og brölta, það lætur tíma bara líða í staðin fyrir að labba upp bara brekku sem er þá bara lengri og kannski monotóniskari eða einsleitari. Hvað kemur til að þú sért í þessu bröltu öllu saman? Af hverju ert þú að setja það markmið að klífa Everest?
Já, það kannski lengri saga. Ég hef verið í fjallamennsku allt mitt líf og þetta bara skondi hvernig þegar maður hugsa tilbaka, hvernig maður byrjar í bara grunnskóla, fyrsta bekk, þá maður fann að lesa bækur eins og árið sem var til heima hjá mér og 1966 fæðingar árið, þá sér Gostan Rebruf að sína klifutækni í Ölpunum í Fraklandi með Grandi Horaces og þessi fallegu fjöll bakvöðum með þetta heillandi mynd og ég opið og þeir eru opnu bara sem smá gutti og fyrir snemma ég og Einatóri frendi minn að ferðast á gönguskíðum í 14 ára held ég þegar ég fáið gönguskíð í jólagjöf og fyrstu útilegurnar eru nú bara í garðinum með rammarsnúru til að hafa ljós í snjóhúsinu og vetrarútilegur og er í skátum bara til þess að ferðast og förum sem farastöru hjá ferðafélaginu bæði í áramótaferðin í Þórsmörk eða ferðir, sáum við nokkur ár og páskaferðin í Landmannalaugar í 17 ára til dæmis farastöru í gönguskíðaferðin í Landmannalaugar og ég veit nú ekki svo sem í dag hvort að það sé æskilegt til frásagnar að vera svona ungur að bera ábyrgð á fólki, þannig að þetta er og stefni þá fannst bara þessi hugmyndafræði leiðsögn og leiðsögum er bara mjög sérmennandi. Fyrir björgunarsveitir í flugbjörgunarsveitinni og er þar yfir undanfaraflokknum í meira en áratug. Flugbjörgunarsveitin, hvernig lýsist það sér? Hvernig það eru í seldur en venjuleg björgunarsveit? Þetta er sama bara. Félagarnir fóru þangað og þessna völdu við það en hefur getað enda svo sem bara hvar sem er og þannig að þetta og þó ég hefi lært jarðfræði þá var ég öll sömur í leiðsögn og tók einhverja smá jarðkönnuna vinnu eftir að útskrifa sem jarðfræðingur en það var bara stuttu tími að því að ég var að vinna í leiðsögn og hef gert það alveg, sett allar götur, fyrst á sömurinn og síðan þegar bara aðstæður í þjóðfélaginu hafa boðið upp á það að ferðamenn hafa verið að koma allt árið eða Íslendingar að vera að fara erlendis, þá hef ég sett unnið allt árið. Í leiðsögn reyndan með 2 hliðum, ég var fyrst hjá Björgunarskólanum með vetrasetu og síðan hjá Veðurstofunni. Var það tæpan áratug eða 2002-2010, 8 vetur frá því að fór að hausta og fram á vor þá var ég á snjóflóðadeildinni þar að spá fyrir snjóflóð sem var kærkomið reyndara því að þá var ég búin að vera áran á undan í kringum 2000 þá var ég búin að vera í þéttun leiðangrum og fór tvísar yfir Grænlandsjökul til dæmis það árið og árið 2000? Já, og búin að vera held í 200 nætur að heiman þannig að þá fór ég að hugsa minn ganga með fjölskyldu og börn að þá var nú kannski vitulegur að eyða tímanum með börnin unga einhverju leiti heima hjá sér og þannig að það passaði það vel að ég gæti fengið vinnu þarna á Veðurstofunni og átti mjög góða tíma þar þessa vetur sem ég var þar. Þú ert búin að fara ansi víða og er einnig víðar en ég hélt og vorum að fara hans yfir þetta náðan, þú ert bara á stöðugu flakki allan að síðastu með síðustu mánuði. Já, eða seinustu ári eða áratug eða hvernig svo þú vilt. Já, þannig líka. Þetta var ágætis dæmi þetta sem þú varst að gefa mér frá síðustu mánuð. Það er búið að vera svolítið lýsandi fyrir síðustu árhjáður. Já, og oft er ég að koma á skrifstöðuna hjá íslensku fjallalöfsömmunum og er ekki spurður sem þetta eða svona næsta setning við velkomin heim hvert þetta fara. Já. Þannig að það er búið að vera þéttar ferðir. Hvað, ef við svona stiklum á stóru, hvert ertu búin að fara í heiminum? Þú talaðir þessa 7 tinda eins og þú hefur bara farið margoft á. Já, ég hef farið nokkru sinnum og það er í leiðsögn, þá er það þannig að það sem er hæst eða sagt vera merkilegt er fjölsóttast. Þannig að það er fólk sem vill gjarnan fara á hæsta fjall hverjar heimsálfu til dæmis. Þannig ég fengi kost á því og sem finnst mjög gaman og þetta er svona skörun við áhugamálin náttúrulega geta gerst svoleiðis hluti að fara á þessa heimsálfu tinda sem eru Elbrus í Evrópu. Það er Karsten Pyramid í Eyjaálfu og það er Vinson á Suðurheimskautslandinu og það er Aconcagua sem er í Suður-Ameríku sem er hæst kannski fyrir utan Asíu, er tæpi 7.000 metrar, 6.962 metrar og síðan Denali, Mount McKinley í Norður-Ameríku og svo Everest í Asíu. Já, og þú hefur farið einu sinni upp á topp Everest. Einu sinni upp á topp Everest og og oftar á alla hinna tindana. Já, og þú ert að gera þig kláran fyrir annan leiðangur upp á fjallið. Já, það er ferðafélagið minn góður núna til margra ára. Við höfum byrjuðum kannski á lægri markmiðum en höfum verið að fara svona kannski eitt stærri leiðangur á hverju ári og höfum tekið núna alla
hérna 6 heimsálfutindana, báða pólana. Þannig að í því samhengi þá Everest svolítið hérna svona beint framhald og það var smá hik svona mennir að ákveða og þetta náttúrulega rosalega ákverðun. Ætla að gera hlut sem hérna svona augljóslega hættulegur og hérna þannig að það var smá hik og síðan hérna stefnan á það og við erum að stefna að fara á Everest aftur í hérna, eða þess að ég fer aftur núna í vor. Hversu hættulegt þetta mission, þessi leiðangur upp á Everest? Ég held að þetta náttúrulega að fara yfir 8.000 metra eitt af því áhæstu mesta sem að mannskepnan getur tekið sér fyrir hendur. Þetta náttúrulega nær 9.000, þetta 8.800 og hvað það ekki? Algjörlega og það eru fátt í heiminum sem fær svona til dæmis base jumping sem að stökkva með fallífa bakjuna af föstum hlutum, möstrum eða klettum eða einhverja þannig til þess að vera tölfræðilega lítið hættulegt, að vera í skrefinu þar fyrir ofan og þessar áhættu íþróttir þannig að þetta tvímælalaust áhætta. Áhættan hefur minnkað núna seinustu árum með betra skipulagningu. Það eru fleiri sem að fara og í þá skipulögðum hópum. Það eru náttúrulega kannski áfram, það eru dauðsföll á fjallinu, það er ekki hægt að komast hjá því, en sem hlutfall af þeim sem að ná á toppin af fjallinu þá hlutfalli læra. Þannig að tölfræðilega séð þá áhættan kannski aðeins að minnka en þetta telsamt, alltaf gríðarlega áhættusamt. Ertu með einhverja tölfræði, veistu hvernig hún er? Hversu margir farast við að reyna að klífa í fjalli? Nei, ég þekki það ekki nákvæmlega. Þó mann ef við lesum þá get ég ekki sagt það svona kannski beint, en þetta yfir 200 mann sem hafa farist á fjallinu. Og ég þekki ekki einu svona fjölda núna, þetta fjölgar á hverju ári á þeim sem hafa farið á toppin. En alltaf sé ekki, kannski, þú veist, það komið vel yfir 2000 manns. Já, ok, vá. Þetta orðið svona algengt. En það þetta náttúrulega, þetta mjög heillandi, þetta eitthvað sem að ég man bara, eftir því sem lítið barn að heyra af Everest og fólk að klífa Everest, þetta svona algjör ævintýraferð. Já, sem lítið barn, sem ungur, þá hefði ég áhuga á fjallinu og fannst þetta bara, þetta væri markmið fjallamennskunni svolítið að fara. Og síðan þegar maður lesið meira til og svona þá rauninni hvarf áhugin og ég bara þegar ég fór eins og Norðurhlíðin sem að ég fór síðan og ákveða að fara, að ég hafði á tímabili engan áhuga að fara þar. Mér fannst þetta bara óheillandi að vera að fara þar sem að fullt af fólki hefði látist. Líkin hafi ekki verið fjallað til dæmis af leiðinni, það er erfitt að komast þarna upp og að labba fram hjá látnu fólki, það væri bara ekki, þetta væri ekki sumarleyfi sem væri manni bjóðandi. Og þannig að ég var með enga löngun og síðan skrítið hvernig mannskepnan hvernig mann venst rauninni þessari hugsun og hugmyndafræði. Og fer síðan smá saman að fá þennan í fíver eða þennan svona, þessi svona hugsun að þetta væri nú kannski gaman að gera þetta og svo loksins sest maður niður með sjálfum sér og hugsar, já, ég ætla að gera þetta, að taka þá ákvörðun. En það kom bara, tiltölulega seint á tímabili hefði ég ekki farið þó mér hefði verið boðið. Fórstu sem leiðsögumaður upp á Everest? Nei, ég sett í rauninni langflesta mínum fjallgöngum hef ég gerst sem leiðsögumaður eða þar sem ég hef borið ábyrgð á skipulagninguna framkvæmd á ferðinni, en þar gerði ég það ekki. Ég gerði þetta af bara eigin áhuga og fekk styrki, var reyndar tvisvar áður búin að fá vilyrði styrki til þess að fara á fjallið, en það bara í breyttum þjóðfélagsaðstöðum, raunin og fleira, þá gekk það ekki eftir, en þannig var að Vodafone og 66 gráður norður sem að sáum að þetta væri framkvæmulegt að því að taka þetta út úr heimilisbókhaldinu sem samsvaraði bílfjölskyldunar að alltaf gera eitthvað svona egocentrist áhugamál, það var ekki alveg að koma til greina að þannig að það var hægt, mér tókst að fara þarna. Og þetta er 2013 eða ekki? Jú. Og getur aðeins bara svona tekið mig í gegnum það, hvað ef manni langar að klífa Everest og standa á hæsta punkti jarðarinnar, hvernig lýsir þetta ferðalag sér? Þú væntanlega flýgur til Kína eða hvað? Eða byrja allar ferðirnar í Nepal? Það ég held að þú verður að byrja svolítið fyrr og þú verður eiginlega að byrja í göngum og fjallgöngum og ferðalögum og hlutis og færa þeir síðan með bara einu skref í einu að vinna fyrir bara hæðinni, að vinna í því, taka bara þessar löngu útilögur og þessar löngu viðvörur, fara á einhverja tinda þar sem að reynir á þetta langtíma geða, því það er svolítið það er svolítið munur á því að kannski langa til þess að hafa klifið fjallið
eða hafa rauninni viljan til að gera þetta í allir þeim mótlæti og erfileikur sem í svona fjallgöngu. Eins og þegar ég fer í vor núna þá sem ætlum að fljúga, ég að fara 27. mars og til Katmandú og og að fara á flugmiða heim 2. júní og allan þennan tíma sem að sem man í landinu og það kalt og það mótlæti og man kvefaður og man hóstandi og fyrir gegnum allt þetta ferli þá verður man í rauninni að hafa viljan og löngunna til að gera þetta. Og norðan megin þegar ég fór þar, ég hafði farið áður, ég hafði farið sem aðstoðarleiðsögumaður inn á Tjójú og sem líka inn á Kínafjalli og þegar ég fer á Everest norðan megin þá gerir ég eins ódýrt eins og hægtir, þannig ég keyri báða leiðir frá Katmandú í gegnum landamærin og það þetta langt ferðalag og og að hafast við í svona frekar kannski ódýrum gististöðum og svona kannski ekki með ofgott yfirleiti og norðan megin þetta keyra alveg upp í grunnbúðirnar sem í 5200 metra hæð og þar bara landslag hrjóstrugt og maður þarf að vera einhvern tíma og gengur síðan eftir Rómbókjöklinum í 2 daga inn í efri grunnbúðir sem eru 6 og 4 og þar maður mestan hluta fjallgöngutímas. Mestan hluta, hvað er að tala um langa tíma? Þetta það tekur tíma að komast þarna upp þannig að það maður 1,5 mánuð. 1,5 mánuð? Já, og þegar maður búinn með þessa aðlögun að fara upp og niður fjallið og að koma sér hærra og fara niður aftur í 6.400 metra hæð og það enda svo hátt að við rauninni ekki að hvíla okkur, maður bara veslast upp, bara smá saman, líkaminn að ganga á sjálfan sig, hann að éta upp vöðvamassan og maður léttist bara á því verða og getur ekki haldið líkastingt, þannig að maður bara hægt að deyja í rauninni og síðan þegar maður ætlar að reyna að jafna sig þá þarf maður að ganga í 2 daga niður, keyra í heilan dag til að komast á hótel með kaldu herbergi og kaldri sturtu og ætla þar að reyna að jafna sig og hætta að hósta og fá lífsviljan til þess að geta farið upp aftur og langa virkilega til þess að gera allöfuna við toppinn. Þannig að þetta tómgleði. Þetta hljómar ömulegt. Nei, þetta það þarf þolinmæði og það þarf þrautsig og maður þarf að vera bara mjög umburðarlindur út í aðstæðunar og það þekkir það og ég held að bara til dæmis þessar göngur sem ég er búin að fara eins og ég fer 2 göngur núna upp í grunnbúðir Everest með fólk í haust og hef gert þetta á hverju ári núna síðastliðin 4 ár og ganga sem mjög erfitt að lýsa erfileikunum áður maður leggur á staða því að vegalengd eða hækkun, þetta er enga svakalega tölur en þetta að vera í hæðinni og með þeim óþægindum sem að það eru og ef maður fær kvef þá er maður mjög lengi að berjast við það af því að það er svo lítil mótstaða í líkamannum, maður hóstandi og það kalt og þegar maður kemur eftir göngudaginn, ég inn í herbyggin í efri hlutanum, býð eftir kvöldmatnum áður en það farnir að kynda með taði í kapisunnin í miðri matsalnum, þá er manni svona rollur í manni kannski og þetta svona, það erfitt að sjá fegurðina og þannig ég held að þeir sem hafi gengið með mig þar, þú veist, og allir í skíunum, þetta eina fallegustu gönguferðum í heimi, þannig að það rauninni allir mjög ánægðir, en það munum algjörlega ljóst erfiðleikarnir til dæmis við fjallgönguna, að alltaf ganga þarna og komast þarna upp í grunnbúðirnar og fara að hafast þar við til þess að fara að leggja meira á líkamann til að komast hærra og fara þar aftur niður og hvíla sig, þetta heilmikið mótlæti í svona ferðalagi, þannig að maður þarf að vera nokkuð viss hvað maður að gera og hafa mjög sterka löngun til þess að langa til þess að gera þetta og klára þekkja rauninni í hverju erfiðleikarnir eru fólgnir og vilja gera það. Þú varst að tala um að eittir mestum tíma í seinni grunnbúðum, eða ekki? Það eins og norðamegin, þá ég efri grunnbúðum með 6 og 4, það ég mestum tíma. Og lentið þú í því að þurfa að fara aðeins niðar til þess að ná þér eða eitthvað svoleiðis? Það gera það allir. Já, áður en við fara á toppinn, þá fara allir niður til þess að og rauninni aðlögunin best þar því að fjölga rauðu blóðkornunum ég oft lýst í bara eins og líka með að berjast við bara sjúkdóm og þú getur það, mótstaðin best þegar þú ert í betra yfirleiti, þykkar á súrefni og ert neðar. Þannig raunin að fara, vera storka líkamannum eða vera ofarlega og lækka sig og lofa líkamannum að vinna úr því og vinna því sem að og fjölga rauðum blóðkornum, þannig aðlagast maður best hæðinni. Er ekki einhverjir sem að hætta við þegar þeir fara svona niður og byrja að líða eins betur eða er fólk svona með rosalega sterkan vilja til þess að komast þarna upp að það bara hætti sér í að fara ofar og veita þeim en líða verr og verr? Það allur gangur, það bara misjant en ef manni líður og illa þá getur maður einmitt ekki farið ofar, þú verður að vera búin aðlagast hverja hæð
og líða bærilega en áður en þú hækkar því næstu hæð því annars þetta lífshættulegt. En þessi veikindi öll sem fylgja og þessi kvillar sem við erum að tala þetta allt út af súrefninu að uppið ekki? Þetta hæðaveikin sett beint út af súrefninu og það lífshættulegt ef að það verður sett alvarlegt, þannig að maður ekki beint að berjast í það, að mann stillir ferða áætlunina þannig að mann hækka sig ekki meira heldur en einhverja 300 metra á hverju nóttu og tekur alltaf hvíldar eða kyrstuðu daga þar sem mann hækka sig ekki með reglulegu millibili. En aftur á móti bara verið í þessari hæð þá líka með það viðkvæmur að ef það einhverjar veirur eða kvefpestir sem að ganga þá maður mjög móttækilegu fyrir þeim. Og þess vegna til dæmis sunnaði megin í fjallinu á vorin þegar fjallgöngumennir eru klárir til þess að fara á fjallið þá búðunum lokað. Þannig að utanakomandi gestir sem eru gangandi þarna og alltaf komið í heimsókn eru meðhöndlaði svona svo kóleru smittberar þeir fá að geta að koma nálægt fjallgöngumennunum. Þannig að þetta svo mikið í húi að menn hafi líkalega heilsu til þess að geta tekist á við fjallið. Ok, og hvernig var svona tilfinningin hjá þér þegar þú ert í þessum efri grunnbúðum? Fannstu fyrir því að bara koma kannski löngun í að fara bara aftur niður eða? Nei, ég var nú ekki að hugsa það, en ég finn mjög mikið fyrir hæðinni í þessari hæð og mér stóna 5500 metra mjög erfið hæð og ég þarf svona halva mánuðurinni til þess að komast yfir þá hæð. Og hvað maður að gera innan halva mánuð? Það bara mismunandi, margir eru bara brattir og ég get alveg staði, ég get alveg gengið mér finnst það bara erfitt. Og síðan eftir smá tíma þá bara fatta ég að það áfram erfitt en þá ég bara farin að bara geta hreyft mig á sama hraða og aðrir og eða meiri hraða og þannig ég veit að líka minni þá búin aðlagast hæðinni. Það kemur tímabil sem að maður bara þungur á sér eða sett allan fyrir mig og á mjög erfitt rauninni með þá hæð og næstu skref svona fyrst og eftir. Og ekki margir í búðunum út af þetta bara þessi litli rammi sem þú færð til þess að komast upp á fjallið? Jú, það bara örfáir dagar. Svona þegar vetrarvindarnir að gefa undan áður en að monsúnrigningin kemur inn þá lognkabli. Þannig að það stutti tími sem mann hafa og það eru margir sem reyna að fara á því tímabili og þannig að það eru margir í búðunum bæði norðan og sunnum megin á þessum tímabili. Þannig það í alvörinni bara nokkri dagar sem maður hefur á ári til þess að komast á toppin? Já. Það stutt tímabil sem mann hafa. Einhver sem að lætu þið vita að fylgjast með þessu eða þetta eitthvað fyrir þig til þess að meta bara aðstæðuna sjálfur? Þegar ég var norðameina var ég nú það heppinn að það var voru þarna náungar sem að borguðu 100 eurur á dag fyrir svissneska veðurspá sem að reiknaði þetta í nokkuð þéttu neti yfir fjallið. Þannig maður sá mjög vel nokkra daga fram í tíman og það tekur sér nokkra daga að færa sig upp í fjallið. Þannig ég naut góðs á því en alla stærri ferðaskrifstofunir eins og þegar ég fer í vor þá maður með þessa veðurspá og getur hort og spekulað og áætlunin í vor að vera ekki með lofa fyrstu bylgjun að fara og vera frekar seinn, láta massan kannski ná að komast á toppin og fara þá að hugsa hver væri þá besti dagurinn eftir það, bara til að vera ekki í þessari fólksumferð og sem að á svona þröngu fjalli eins og toppurinn Everest á Sunnanverði. Já, þetta orðið svona mikið? Já, þannig ef fyrsti uppgangudagur kemur seint og það dreifist ekki, það ekki nokkri bærilegi dagar á hann að kemur eitt góður, þá getur þetta orðið svolítið kaotist. Og kaotist upp á í 8800 metra hæð? Já. Það hljómar eins og mjög kaotist. Það fastar línur upp og þegar mann fer fram hjá Svölunum og upp á Suðurtind og þaðan frá Suðurtindi bara þröng fjallsegg. Mjög myndræn og mjög fallegt hluti, þá maður kemur á bröttu þrepi sem er hileri þrepið og það stutt upp á topp, en á þessum kafla þá þetta nánast einstí og í mikilli hæð já og þröngt og í miklum bratta. Og hvernig svona, eða bara fyrir þig þegar þú leggur á stað upp á fjallið, hvernig lýsir það ferðalagsins þegar þú ert í rauninni bara að láta vaða þegar þú ákveður að nú sé tíminn til þess að fara upp á fjallið að veðurspáin sé góð, hvernig lýsir þetta sér? Er þetta bara stöðugt ferðalag og ferði upp með tjöld eða? Þegar ég norðan megin og fór 2013 þá býð ég neðri grunnbúðunum fyrst nokkra daga, þá getur ég sé að veðrið að lægja á þetta sé svona, labba þá 2 daga upp í efri grunnbúðuna 6 og 4 og þar ég afturstopp í 2 daga og þá alveg búin að sikta út 27. maí sem bara langlignasta daginn og það hægt að fara daginn og undan og hægt að fara daginn og eftir og en 27. vindurinn hægastur og það það sem ég stefni á og þaðan ég heilan dag að fara upp í fyrstu búðir, annan dag að fara upp í aðra búðir og þriðja daginn að fara upp í þriðju búðirna sem ég fer af
á toppin af. Hvað eru þriðju búður hátt uppi? Hæstu tjaldbúðir í heiminum 8.300 metrar. 8.300 metrar. Já, og það hitt ég hefði verið sett áramótin, það hefði verið mjög skemmtilega ferðalegi, þá hefði ég verið að fara á óklifna tind á Suðurskautslandinu. Átti nánu sambandi við öryggistjóra búðana, síðan þurfti alltaf að tilkynna hvert ég var að fara og hvert ég var að koma og tilkynna minn reglulega eins og gert á Suðurskautslandinu. Og ég hitti hann var leiðsögumaður fyrir í Brest fyrirtæki þarna og hefði verið að koma niður daginn á undan mér. Og ég sé hann fyrir utan tjaldið sitt, hann liggur bara hann í Dungala og liggur og og með súrefnisgrímuna á sér og hendur og fætur bara svona dreift út í mjög afslöppuðu ástandi. Kem að honum og augun eru ná ekki almennilega fókus, þannig ég tek að mér í kemðanum í súrefnisgrímuna og heils honum, bógra yfir hann og segi blessaður, halló, þetta Leifur hérna og þá svona koma augun í fókus og hann segir, já, Leifur, don't go there. Upp á toppin. Já, að koma niður algjörlega reyndur. Þannig að þetta svona ekki alveg það sem maður langar til að heyra en maður flissar og núna kvartar hann yfir ég hafi gott minni því ég minna á þetta alltaf þegar Hann hefur vantilega litla minningu á þessu. Jú, hann mann þetta. En alltaf eftir líka ég hefði sagt honum þetta alltaf í hvers sinn sem við flissaði þessu, hvers sinn sem við hittumst. En af hverju segir hann þetta? Hvað ég átta mikið á því, ég hef bara ekki verið í til að byrja með 8.000 metrum og líka þessum aðstöðum. Ég gerum ekki grein fyrir hvort að maður sé bara að horfa á skýran veg til þess að labba og það kalt eða hvort að sé stormur og lítið skyggni og náttúrulega hvernig mann líður í svona litlu súrefni og eins og þú tala að það séu með súrefnisgrímur og súrefniskúta vantarlega. Já, þannig maður reyndar að mjög litlu flæði og kannski lítir sem er í rauninni virka þannig og líka manna það lækka maður svona kannski 500 metra hver lítur á mínútu. Og og maður sefur eins og þarna í 8.300 metrar tjaldbúðunum, þá kem ég kaffið og hitt hann og heilsunum og sef með halvan lítir bara í grímuna í tjaldinu og þannig ég fer að stað, senkaði frá 11 til miðnættis, en þetta svona, þannig þetta bara stutt völ. En það sem hjá honum að hann ábyrgur fyrir hóp og hópurinn hefur greinlega gengið brösulega, hann sett niður, hann bara að koma þarna niður kaffi og búin að eiga mjög langan dag og algjörlega ofþurrkaður og mjög bara líkanlega þreyttur. Þannig hann nærast klöngrast þarna niður og liggur en það engin hvíld, menn lifa þarna ekki 1-2 daga, þannig að þú getur ekki lagt þig fyrir og alltaf að bíða eða jafna þig eða neitt þannig, þú verður bara að fá vökva í líkamann og koma þér áfram. Þannig að hann bara útkeyrður og það það sem að færa hans rauninni til að hugsa bara hvað hann búin að vera að gera og hann var ekki alveg til í að leggja stað aftur greinilega og þetta bara beint frá hjartanu að hugsa þetta, ekki fara þetta. Þú síðan leggur á stað upp á fjallið úr þessum 8.000 og hvað sagður að vera háar þær búðir? 8.300 metrar. Þannig þá áttu alveg 500 metra eftir? Já, það þetta að fara þannig upp í 8.600, tæplega 8.700 metra og það löng vegalengd eftir hrygg sem klöngur. Og þannig að þegar ég að fara niður aftur og það sem kannski erfiðleikarnir við þessa leiða, þá þarf ég að vanda mig í hverju spori, það koma klakki sem maður þarf að ganga mannbrotunum, svo lappa maður á mannbrotunum yfir kletta. Þannig að maður velur svona kannski stutta stöðuga mannbrota til að gera þessa vinnu. Og þetta löng vegalengd, það maður ekki bara lækka sér niður brekku, maður þarf að hafa fulla orku og einbendingu fyrir bakaleiðina til að koma sér leiðina tilbaka og það kannski alvarlegast við norðurleið og hún sé falleg og skemmtileg. Svo sem að fara. Er stormur þarna uppi eða vindasamt? Það er alltaf vindur. Þegar ég fer, þá er veðurspáin mjög góð og ég er þarna ágætlega búin aðlegast aðstæðum, þannig ég fer fram úr þeim sem eru á fjallinu og er bara einn með sjálfum mér og með sérpannu sem ég er með, sé ekki eins og að þetta er svo stöllótt, ég sé ekki eins og ljós frá neinum öðrum. Þegar ég er að koma undir toppin og er í algjöru logni. Og er með bara þunnu vettlingana, þar sem ég er með undir dúnuvettlingunum og er á þeim eingöngu, alveg þangað til ég kem bara fast undir toppin. Og þá kem ég inn í svona hálóftavindin sem er mjög hvass, en rauninni það eru svo lítið súrefni að maður finnur ekki droslega fyrir vindurinn hefur minna áhrif á manna þegar það fari í súrefnisatóm sem er í loftinu. En nóg til þess að þar finnum maður kuldan, þá maður fari utan yfir vettlinguna og það frísi í súrefnisgrímunni, af því að það er svo mikið vindkæling sem er þar og það er smá basl sem ég lendi í þar, en allan tíman er ég bara í góðu veðri, ég er myrkri, það er bara rétt og stjörnubjörtu, ég sé eldingar í fjöllunum í fjallað og ég er bara í fullkonum ástæðum, rosalega fallegu veðri alla gönguna upp. Eldingar? Já, ég meir að það var að velta fyrir mér og stoppaði og beið,
ræði við sérpun og bendunum á það, hvar eru allir? Akkur er ég einn hérna, akkur sé engin ljós? Eru þessar eldingar eitthvað til að hafa áhyggjur af? Er allir snúni við? Og hann horfði á mig alveg bara, hvað ert að þrugla? Höldum bara áfram, hættu þessu blöðri. Þetta hljómar eins og frekar hættulegt ferðalag og eins og þú vorst að tala þessi að það væri smá klöngur þarna að komast yfir þessa norðumegin þá leið. Sko, það er væntanlega frekar hættulegt eða ekki? Ég veit það ekki, maður þarf einbeitingu kannski því, en það er maður þarf náttúrulega að passa sig eins og til dæmis þegar það er reynt þarna fyrst, Örvin og Maleri sem að náðu kannski ekki toppnum en allan að dóa á leiðinu er ekki til frásagnar en Kínverjar fara þetta fyrst og leysa þetta með því að koma með álstiga og bindan á hestaklettin. Já, ok. Og sem er náttúrulega, maður fyrir svona svolítið svindlið eða svolítið sérstætt að koma bara að járnstiga, svona kannski 15 metra háum og klifra hann bara upp klettin. Er hann ennþá? Já, hann er ennþá. Og maður gerir þetta bara en það er samt sérstætt þegar maður kemur, þá maður síga þarna framma og síga niður og það er ekki, það maður að passa sig alltaf, maður að beita svona hliðarspyrnu, af því að lóðlína tekur maður úr leið, þannig að maður getur ekkert slakað á eða maður þarf að vera með einbendingun alveg í lagi. Og kaðallinn sem settur hann upp í svona til þess að fylgja sem öryggislína festur oft með bara mjög löngu millibili. Þannig að það er ekki, hann veitir ekki alveg fullkomið öryggi. En hvernig er síðan að standa upp á toppi Everest? Hvernig er tilfinningin? Ég get náttúrulega bara svara fyrir mig og mörguleiti er þetta þegar maður veit að allt er svona, þú veist, háð ákveðnu mótleiti. Þannig að maður, þó ég leggja stað og þetta gangi vel, þá er maður aldrei maður er allar að koma heill heim og maður er aldrei alveg viss að þetta hafist. Þannig að þegar maður kemur upp og er í basli með súrefnisgrímuna og þetta vissin og kemur upp á toppinn og segir, já, þetta hafist. En alveg meðvitaður það að maður er hálfnaður. Þannig að maður reynsa grímuna sína, tekur nokkra myndir og síðan er bara, að ná niður og passa bara að halda orkun í lagi, vera duglegur að drekka. Man er búin að labba fram hjá fullt af látnum fjallgöngumönnum á leiðinni sem eru bara bein áminning það, þetta er bara fólk eins og hver annar, þeir eru allir að koma heim og þannig að bara góða einbindingu, orkun í lagi, borða og drekka og ná niður. Þannig að maður er bara hálfnaður þegar maður er í rauninni komin upp og í staðin fyrir að tilfinningin eins og þegar maður gerir eitthvað sem maður tekur stuttan tíma eða er í einhverju kortisverkefni eða hálftíma eða degi eða hvernig þetta er, þá er svona smá toppur, juhu, rosalega gaman og svo er það bara búið. En þarna er kannski svona þessi svona tilfinning að mann hafi áorkað eitthvað, mann hafi gert eitthvað sem mann er búin að stefna með lengi, er svona miklu hægari, dýpri og miklu lengri tími. Þannig að þegar ég kem heim þó að ég hafi mist 11 kíló, 9 kíló af vöðvamassa og svona, þá er ég svo orkumikill og mann er svo góða tilfinningu og maður er svo rauninni hátt stemdur í alveg bara mjög langan tíma. Þannig að þetta er mjög svona löng sveifla, þannig að þetta er ekki bara tilfinningin og toppnum heldur ég alveg bara, þú veist, í vikur eða mánuði með svona tilfinningu maður bara, já, þetta hafðist í mann búin að stefna þessu langa tíma og þannig að þetta er svona ávöl, löng bylgja, má segja frekar heldur en svona sigur tilfinning í 10 mínútur á toppnum sem stendur þar. Ég hef myndi ágjur að því að þetta væri svo hátt fall niður að síðan loksins koma niður á Everest og vera mættur nokkur dögum setna bara á Keflavíkurflugvöll og bara svona, hvað ætti ég að gera næst maður? Eini, þá var maður ennþá, ég var allt sumarið, það var ég alveg bara hátt stendur þannig. Samkvæmt textunum í Gleðibankanum og náttúrulega allt sem uppi átti að fara niður aftur en ég fann svo sem ekkert fyrir neinu toppað þunglindi eftir þetta var búið. Það frekar bara vel stemdur og bara ánæði með að hafa klárað þetta. En þetta fólk sem þú talar sem þú ert að lappa framhjá bara líkamslegum af fólki, er þetta ekki, hvað fór úrskeiðis af þeim? Það er bara misjant og þegar dagan á undan áðan ég fer upp þá dóu 2 á fjallinu. Og mér fannst rétt áður en að þú ferð upp? Já. Inn í þessum litla glugga? Inn í þessum litla glugga og maður bara sem deyr nokkrum dögum undan mér er sérpi, annar af 2 sérpum sem eru með kínverskum ferðamanni og hefur runni mjög lítið val það, vaknar illa stemdur, er í vinnunni og þarf að fara upp. Margir þessi sérpar eru með mörg börn, eru með lélega tryggingar og hann deyr á leiðinni niður, svona það bil í 8 metra hæð, komin fram hjá efstu búðum á leiðinni niður, situr þar bara á stignum sem satt búin að opna orkugeli sitt og ef dottuður eru mannbrotunum þessum er líklega stoppað. Munar engu ef hann hefði bara komið staðins lengra niður þá hefði menn svona lifað af
og þetta finnst mér sorglegt og leiðilegt bara ofar fjallgöngumaður japanskur sem á stígnum líka sem dáið þarna deginum undan eða tveimur en það allan að meira val það bara menn sem eru eins og ég og þeir að gera sitt besta og alla leiðina síðan fólk sem búið að vera frosið í bara langan tíma sem situr inn í skjóli eða upp við steina eða eitthvað þannig og óhugnulegt náttúrulega en bara áminning eins og niðurleiðinni þá hugsa nú þetta komið gott í þetta að fara að taka pásu næst hefði skjólahryggnum, það hefði komið strekkingu svona seinnipartinn, þá ætla ég að setjast niður og þar þegar ég kem í næsta skjól þá standa grænuskór sem bara kennileiti, kallast grænuskórnir og bara hæðakennileiti þarna, indverskur fjallamaður sem dó fyrir nokkrum árum og situr í hellinum og maður hugsa, ok, ég held ég haldi bara áfram ég fá með vatnsópa og sé ekki að setjast niður hér þannig að það sért Þannig á þinni leið upp þá sér alveg fjölda fólk sem hefur látið þarna uppi Já, það talsverður í fjöldi og það ennþá alveg heilt í laginu það heilt, já og bara frosið og hvítnað ef það sólarljós sem að skina á það en öðru leiti bara vel varvitt og frosið Wow, maður hefði einhvern veginn haldið að þau var að gera eitthvað rangt eða sko þú vissir betur en þau en þetta bara kannski smá heppni sem vinnur með manni, hvað var það veður og aðstæður og allt þetta? Ég skulum segja að þetta, það má mjög lítið byrja upp og það þarf í rauninni, fyrir flesta sem fara þarna, þá þarf heppni í rauninni alltaf að ganga vel, þó að þetta langt flestum gangi þetta vel, þó þetta sé hættulegt. Sunnan megin þetta meira dulið, af því það þeir hafa verið skortnir niður eða dregnir í skjól allir sem hafa vel látist, en við þurfum ekki að fara langt frá suðutindu til dæmis, bara að leita þar undir, það eru látnir einstaklingar sem það er enginn með orku eða neina getu til þess að taka lík niður úr þeirra hæð eins og þar en menn komast þar upp og niður á þess að sjá nokkuð látin og leiðinni en það er bara hættan samt engu síðu fyrir hendi þó að það sé ekki eins sýnilegt sunnamegin. En þegar þú ert sem sagt á leiðin niður og komið niður í 8000 metra, ég hefði nú haldið að það væri orðið svona nokkuð örugt, það sem úr nánast kílómetr fyrir neðan toppinn. Já, það og ég búin að ég borga töluvera pening fyrir að eiga súrefniskút í efstu búðum það er búið að flytja nága, það er búið að bera hann upp fyrir mig því að það ekki farið þarna sjálfur en skil hann eftir, ég þarf ekki á hann að halda ég er með nóg súrefni og miklu fljótar en ég ætlaði ég var búin að gera áætlun og með hann að skrifa það hver ég skipt súrefniskúta og allt þetta ég man ekki neitt þetta er eins og margir íþróttamenn sem eru á fullu íþróttum vita svona, þú veist að meðan álægið er í botni þá er ekki að telja ferðir eða hringi eða hvernig sem það og þannig er maður bara í það mikilvæg hæð að mann treystir ekki á það, þannig að maður með þetta niður skrifað ég er búin að ákveða hvar ég ætla að snúa við á hvaða tímapunkti og hvernig ég ætla að hafa þetta en það kom nú aldrei til þess þetta gekk það vel en ég var alveg ákveðin, ég ætlaði ekki að gista í efstu búðum yfir 8000 metra hæð því það væri bara lífshættulegt Þannig ég var búin að setja mér í svona kollin að tjaldið sem væri þá freistandi mjög líklega að svona opið tjald að það væri svona eins og bara hákall með hákallamunn og var náttúrulega ekki að skríða í hákallaginið og sofna þar. Ég ætla að eiga súrefni ef ég þyrfti til þess að komast neðar. Ég gat bara gefið hann kút í sjálfu sér, sagt að það mætti bara nota hann ef það einhver væri í vandræðum og átti súrefni áfram til að koma með neðar og fór alveg bara niður fjallið og þannig að maður væri raunverulega búinn og kominn úr þessari hættu og fór niður 7000 metra. Það maður að gera ráð fyrir því að hugsa ekki skýrt upp í þessum hæstu hæðum þarna og efstu grunnbúðum. Það maður að gera ráð fyrir því að mögulega bara vera ekki alveg með sjálfum sér eða? Já, það maður hugsa ekki mjög skýrt og ég man í til dæmis fyrstu Aconcagua-ferðinni minni þá þá var maður í innan við 7000 metrum samt þetta bara álægið mann að labba bratta brekku toppurinn þar Þetta er Canaletta, svona skriða í mannbrotum að labba skriðin í snjó sem mun þægilega og vanur bara svona vinni heima þá þú gengur aldrei í dúnúlpunni, mann labbar eins og Grænlandsjökliða á Íslandi þá ferði í dúnúlpunna þegar þú stoppar og svo fer maður úr henn og labbar að stað og við erum í pásu, komum labba til dúnúlpunni og svo segjum, nú fyrir við að stað, fyrir úr dúnúlpunni og í bókan, tek nokkur skrif og hugsa, ég kom labbandi hingað í dúnúlpu. Ég get ekki gengið nema í dúnúlpu, fyrirgefið ég þarf aðeins að fara í dúnúlpuna og þegar maður þarna að labba upp og finnst manni svona bara allt vera óraunverulegt og maður að horfa næstu yfir öxlinn á sjálfum sér þá veit maður að maður þarf að fara mjög varlega því að rökræn hugsun ekkert svona, maður þarf að hugsa allt bara mjög vel að
hann ekki alveg upp á sitt besta kannski í þessari hæð. En eins og í dauðasvæðinu, það ekki bara efstu metrarnir á Everest? Jú, það svona þegar maður í þess að yfir 8.000 metra hæð. Af hverju það kallað dauðasvæð? Því þú getur sjálf sér dáið á þess að þú gerir neitt eða það gerist neitt. Þú getur bara dáið af því að vera þarna. Á því að ætla að leggja þig eða sofa eða sofna eða bara sér satt. Og það hluta því sem að mér fannst sér satt óhugnalegt og langaði ekki að fara satt, mjög mörg ár langaði ekki að fara satt, í þessa hæð og frásagnir af bræðrum sem eru saman í tjaldi og að gista saman og ætla að fara saman toppinn daginn eftir og þegar annar vaknar þá bróður hans látin við hliðina og þetta fannst mér ekki hvetjandi til þess að vera að fara í sumarútilegu við þessar aðstæður, að dauðasvæði var ekkert svæði sem að mann hefði neina ánægjaði verið, það verið miklu betra að vera í ánægjusvæðinu sem verið neðar heldur dauðasvæðinu og þannig fór maður í gegnum mestna lífið þóns að vera minna löngunni að fara upp í þessa hæð. Og hversu lengi maður í dauðasvæðinu? Einst stuttan tíma þú mögulega getur. Hvað, eru að tala daga þarna, klukkutíma eða mínútur? Man reynir að eins og bara með eins og fyrsta íslenska leiðangurinn sem fer hann upp. Ég hafði áhyggjur af þeim þegar þeir þá eru þeir sunna megin og eftir fjórðu búðið þar í Suðurskarði eru rétt undir 8.000 metrum. Að þá svo vant veður að þeir komast ekki fyrstu rennu og gista aðra nótt í búðunum og þeir höfðu það og fór allir á toppinn og gekk bara mjög vel en ég hafði áhyggjur af þeim með þessa nótt að því að það ekki góð, almennt gott að þurfa að eyða lengri tíma og gista aðra nótt í þessari hæð. Þannig að vera einn stutt og þú kemst af með. Og það til dæmis ég mann þetta bresku fjallamæður sem hann deyr á K2 og hann félagarnir skiljan eftir þá hann búinn að fara á toppinn, þeir hafa orku til að fara niður, hann vakandi í tjaldinu sínu, allar að bræða sér vatn og allar að hvíla sig á þannig að fer niður en mann hvílir sig ekkert og maður fær ekkert orku, maður þarf bara að drekka og koma sér á stað. En af hverju segir enginn neitt við hann? Er bara ástand hópsins þannig að fólk bara ekki skýrt hugsandi? Já, það mjög oft og það sem eru svona minni hópar og áður en þetta verður eins og Everest þar sem núna svona bara betri stjórn og meiri reynsla og þetta haldið utan þetta meiri fagmennsku. Þá komist menn upp með alls konar svona og þegar voru færri menn sem að klifa Everest og hóparnir voru minni og þá var hlutfarslega dauðatíðnin miklu meiri. En eins og þú varst að tala um þessa bræður sem sofnuðu í tjaldinu, þú væntanlega þarft að skilja einstaklingin eftir sem að ferst í svona mikill hæð. Það aðeins verið að borga fyrir leiðangura sem að sækja upp í fjallið en það ekki mikið verið að gera það. Það þá sérparnir sem fyrir það? Já, það ekki vinsæl vinna og akkur þetta að hætta lífi fólks til þess að taka lík niður og þetta spurning, en meðan fólk á lífi. Hjá Íslenska fjallalöfsögum núna búið að vinna sérpi í tvö sömur í jöklinum í Skaftafelli og í jöklagöngu sem að núna síðastliði vor gengur fram á menn sem eru ennþá með lífi upp á Suðurtindi og Everest og ákveður í staðan fyrir að halda áfram að draga þá niður og gerir það og þetta til hluta til á myndbandi og fleira þannig en með ungan sérpa og pakistanskan fjallamann báðir svona nánast rænu lausir og dregur það niður. Er þetta ungi sérpin sem missir hendurnar? Já. Ég er búin að sjá, þetta magnað. Já. Hann talaði að hann sá hann var ekki í hönskum þarna og fingurnir á honum snertu málmbrúsan sem hann var með og hann var að segja að þetta væri bara eins og járn í járn. Þetta var orðið glerharðir. Man liði nú betur að horfa það myndband ef hann hefði nú dregið ermarna fram yfir hendunar og sérpanum á hann og drengnum á hann og dróða niður eða sett á hann velling. En að draga niður svona, það allan afrek og þetta Ang Tjering heitir hann og mjög flottur náungi og ég var að vinna með hann með mitt í inn í grunnbúðunum núna, bara fyrir stuttu. Já, þekkirðu vel til sérpana og fólksins á fjallinu? Já, og þú veist, og eftir þess að maður kynnist sérpanum meira þá minnkar aðdáðan og þeim mönnum yfirleitt ekki. Já, þetta segja hún fer minnkandi því betur sem að þekki það. Nei, þetta þú veist, í þessum fjallgöngum þetta mun snúa til Evrópu sem hetjur eftir að hafa gengið á einhverju fjöll eða nú illa við orðalagið, það var sigrað fjöll með sigraldri fjöll en það bara haft skamma viðtöl og lifa það í raunin af og en það eru sérparnir sem eru ríkjastykkið og gera vinnuna og leggja alveg ómælt erfið á sig. Geturðu sagt mér aðeins frá því, bara hverjir eru þessi sérpar? Sérparnir eru bara þjóðflokkur sem að býr í
Ég held að sérst mestu fjöldi þeirra hérna búi í Nepal, þeir búa í Sikkim hér á Indlandi líka og fleiri stöðum. Þeir koma fyrir sérst einhverjum tíma frá tíbesku hásléttunni og niður í hérna nepalsku dalina. Tíbet alveg hérna þurrt og gróðurlust og miklu hérna meiri gróður hérna sett Nepalmegin. Þeir eru sett með stökkbreytingu í geni þannig að þeir eru líkamlega aðlagaðir til þess að lifa í meiri hæð heldur en að sett aðrir geta gert. Því það sem við sett hættum að geta aðlagað okkur og þá fyrir við bara að missa hérna líka með fyrir að brenna upp öðamassa og við erum bara svona hægt að deyja að hérna að þar geta þeir í rauninni lifað og eru þjóðlöku sem lifir hérna hæst bara af öllu fólki á jörðinni og þeir eru þá betur gerðir til þess að hérna vinna í fjallinu hafa hérna geta unnið betur úr súrefninu og eru svona þú veist leggja á sig gríðarlega erfiða vinnu fyrir oft lítið laun í þessum háu fjallum og þessi fjallamennska eins og hún í dag hún var ekkert hægt það væri ekkert gerleg nema bara með vinnu sérpana. Já, þeir ekki svolítið deilan það hvort það sé bara í rauninni siðferðislega rétt að borga svona mikinn pening til þess að í rauninni sérparnir komi vissum einstaklingum upp á fjallið út að núna í rauninni virðist eina fyrirstaðan fyrir því að maður fari upp á Everest vera peningar. Ég myndi nú ekki segja það, því að það ber þig enginn og þú hérna, og þó einhver ber í svefnpokann þá þarftu að hafa fyrir því sjálfur að hérna setja ganga þetta. Þannig að hérna að ég held að þetta sé nú svolítið ofsögum sagt en það aftur á móti hefur ekki að grínt að menn hafa komist upp með að fara þarna á þess að vera með neitt mikla reynslu. Þannig að það að segja þeim hvernig þeir eru að binda á sig mannbrotana og það að taka allar ákvarðanir oft fyrir menn. Flestar ferðaskrifstofarnar sem að skipuleggja þessar ferðir hafa nú tekið þess á þessu og eru með einhvers konar filter að menn þurfa að hafa gert eitthvað og svona áður með fara á hérna á fjallið en það samt aldrei hægt að koma alveg hérna í vegferð. Já. Hvað sunnan megin, þá þarf að fara yfir eitthvað svæði þar sem hérna snjóflóði var 2014. Já, rétt. Hvaða svæði er það? Þetta er sem sagt Kumbujökullinn þar sem að kemur niður á Vesturdal er ofboðslega sprunginn. Hreyfist hratt og breytilegur og þetta er hættulegt vinnusvæði og þetta er svona hérna sagt ís hérna læknarnir eða sérfræðingarnir sem eru hérna sagt sérpahópur sem að hérna heldur leiðinni þarna opinn í gegn og er hættuleg vinna. Seinasta ári var þetta bara auðveldara heldur en hefur verið í einhver áratví en það er samt aldrei vitað hvernig þetta verður bara hvaða leiðir finna og hversu örugun er. Þannig að í rauninni til þess að komast á toppinn suðurleiðina þá þarf það að fara í gegnum þetta svæði og þetta svæði er bara ein stór þetta er bara hættusvæði, það getur verið snjóflóð hvernig sem er þarna. Já, þetta er bara brotin skriðugull og til þess að hérna, komast í gegnum hann þá er búið að leggja stiga yfir opna sprungur og upp bratta veggi og þetta er sem þetta kallað oft pokkotnið því að bara samkvæmt lögunni þá er þetta bara svona eins og stórir hérna, þetta er bara eins og hrúa poppi sem er nánast í laus hvert við annað eða bara næstu eins og dóminókaupar sem geta hreyfst og hérna ítt hver og annan og fallið til. Þetta hreyfist allt áfram þannig að þetta öðru hverju þá hérna brotnar úr og hrynur og sprungur lokast eða opnast og þannig að þetta er rauninni skelfilegt svæði til þess að fara. Ja, og þú hefur þá ekki farið þarna eða hvað? Nei, ég fer með að hópa þarna alltaf á haustin og þar sem við göngum upp í grunnbúðirnar og horfum þarna upp í jökulinn en ég hef ekki farið þarna í gegn fyrir en ég ætla að gera það í vor. Hvernig er svona tilfinningin að, já, bara til að byrja með, hvað leiðir mann í það að vilja gera þetta og sérstaklega að þú sért að fara þarna aftur sko, með að alla þessa sögur að ganga fram á líkin þarna og fara í þessa hættu og líða svona bæði líkamlega og andlega. Er þetta bara áskorunin? Nei, ég held það ekki. Ég held að þetta sé hérna sett í rauninni eins og þessi það er langt síðan, ég áttaði mig nú á því hérna sett fyrir nokkrum árum að hérna það gæti verið í boði að maður færi aftur að maður held áfram að tína upp þessa hérna tinda og fara á pólana og þetta með hérna sömu einstaklingana þá væri þetta sett gæti komið að því og var búin að taka raunin ákvörðun að hérna ef það væri í boði og maður geti gert þetta í góðum félagskap að hérna þá myndi maður segja já við því og hérna og fara og búin að ræða þetta við konuna mína og svona en ég hugsa samt að hérna ég ætla að fara, ég legg að stað en það er ekkit gefið að maður nái hérna á toppnum, maður ætlar að gera sitt best að koma heim en ég hugsa að ég ætla ekki að gera þetta oft, ég stefni ekki á að gera þetta aftur eftir, eða reyna aftur eftir þessa tilraun. Eru margir sem hafa farið 2 ár á toppinn? Nei, það er ekki margir. Nú eru þá einn af fáum sem stefnir að því. Það eru hérna náttúrulega sérparnir og það hefur núna á senustu árum hefur hérna reyndum sérpum hérna fjölga sem hafa farið mjög oft og þeir eru náttúrulega
metið í þessu og það eru einhverju örfáir vestræni ferðamenn sem hafa farið farastjórar, leiðsögumenn sem hafa farið nokkuð oft og eru með reynslu að því að klífa fjallið annarkvort að farið á toppinn eða stoppað yngstar og stýrt leiðangurinn, en margir mjög reyndir erlendi ferðamenn sem eru þarna en svona almenni gestir láta sér yfirleitt nægja að fara einu sinni. En þú gæti þá búist við því og að fara upp og fara í þessa aðlögun og vera þarna í einhverjar vikur og leiðangurinn síðan kallaður af? Já, við ætlum að fara. Við förum og við förum annarkvort báðir upp eða báðir niður. Og það sama hvort það ég eða ferðafélagin, við gerum þetta saman og ef við eigum í einhverjum erfiðleikum þá erum við bara saman sem teymi og við erum að fara báðir upp eða báðir niður. En kemur aldrei til þess að fólk neiti að hlusta á leiðbeiningar þarna efst uppi, að fólk komið svo nálega toppnum að vilji láta það reyna? Við höfum ferðast saman lengi og í mörg ára og ég held að þetta sé alveg ljóst hjá okkur og við ætlum ekki að fara að breyta eða gera öðruvísi núna heldur en við höfum gert. En svo aðrir, hefur ekki heyrt einhverja sögur á því að fólk látið skarskriða þrátt fyrir bóðum annað? Jú, þú heyrir alls konar sögur þarna uppi og sem að menn ekki að sína svona rökvissa hugsun. Já, magna. Það voru 2 Íslendingar sem að fórust ekki var það Everest eða það var í Nepal. Já, Kristinn og Þorsteinn fyrir 30 árum á fjallinu Pumari sem bara nágrannafjallið, sem bara fjallið við hliðina og gnæfir yfir grunnbúðunum. Já, það náttúrulega hellingur af fjöllum og til þess að ganga þarna í kring, það ekki bara Everest. Nei, þetta Himalaya fjallgarðurinn með öllum hæstu fjöllum jarðar. Hefurðu farið á mörg þarna í kring eða? Nei, ég hef ekki mikið, ég fara á næsta 8 metra tindarna við hliðina sem heitir Choyu og fór þar 2007 Kínamegin og en ekkert mikið af öðrum fjöllum þarna síðan. En þeir sem sagt létust á fjallinu og þú fórst í það verkefni að sækja það núna daginn? Já, það gerði það og ég var að koma frá göngu í grunnbúðirnar og er að koma heim held ég á sunnudegi og það bandarísku fjallgöngumæður sem hefði gengið fram og líka sleðið þeirra á föstudeginum áður. Haldi fyrst að þetta veri breskir fjallgöngumenn, séð á bara seinusta neysludegi á súkkulaði bréfi sem að fann að ártalið og og talar við breska fjallasambandi og þeir segja nei, það var nú ekki breskum fjallamennu sem saknaði þessum tíma heldur íslenskum. Þekkti til fyrirtækisins íslenska fjallaleiðsögumanna og hefði samband við Elinu og og kemur þessa frétti til hennar. Að hann hafi gengið fram á líkasleifar sem væri líklega af 2 Íslendingum sem hafði farast fyrir 30 árum. Og þegar ég sé hann tekur mynd af bara jöklinum og bara yfirlitsmynd svona hver þetta og þegar ég ber það saman við landakort og Google Earth og fatta að átta mig á því að þetta rauninni bara á flötum jökli í bara örstu 3 kilometra frá efsta gististanum í göngun upp í grunnbúðir Everest. Það sé ég komin frá og hæðaraðlegar fyrir þá göngu þá þekki inn á skipulagi þekki í rauninni með allar forsendur sem að þarf til þess að geta gert þetta. Hitti fjölskylduna og játaði því að fara og gera leiðangur að sækja líkasleifarnar og það var algjört skilyrði frá öllum að það er engum stofnaði hættu til þess að gera við það og það var þurfti ekki að því þeir höfðu ferðast með skriðjökli og voru komnir undan skriðjöklinum í á flatlindi má segja og var þetta ganga að staðnum sem þeir fundust á þess að vera í neinni snjóflóðahættu eða hrunhættu eða neitt þannig. Þetta er þá ekki staður en þeir voru búin að færast neður? Já, þeir gegnum árum. Mjög líklega falla þeir úr fjallhliðinni og lenda í jaðarsprungunni við fjallið, fara á þessum 30 árum í gegnum brotið á skriðjöklinu og þegar jökullin bráðnar þar fyrir neðan þá komast þeir upp á yfirborð og eru búin að vera þar í smá tíma. Þetta er svolítið ógöngindi að vita síðan til þess að Íslendingar hafa farist þarna. Já, það er vissulega og það eru þeir sjást á sínu tíma bara skamt frá toppnum og tala þeir hafi náð toppnum og farist á niðurleiðinni og það er 3. Íslendingurinn sem að hefur dáið á fjallinu líka og sem að náði einnig toppnum og á bakaleiðinni þannig að Íslendingur er ekki með góða sögu reynslu af þessu fjalli. Hvar dregur þú svona sjálfur línuna? Hvað finnst þér vera of hættusamt? Er einhver svona leiðangur í heiminum sem að þú neitar að fara í?
Já, ég held ég myndi ekki eins og bara þannig að tölfræði nær til allra og það eru ákveðin fjöll eins og K2 og Annapurna og Pík Beboba heitir hann inn í inn í Sovétríkjunum og fleiri sem eru með mjög slæma tölfræði og ég held ég myndi ekki taka þátt til það okkur á fjall sem að er með tölfræði eins og það að þeim sem að ná toppnum að fleiri látist á niðurleiðinu heldur en komið lifandi. Ég held að það sé svona rúlletta sem að myndi nú kannski ekki spila í. Hvað er það sem að nær fólki eins og á K2? Man er heyrt rosa mikið af því og það er oft talað það sem hættulegasta fjall í heimi. Er eitthvað til í því? Ég held að tölfræðin þar sé mjög slæm og hafi verið í gegnum tíðina og það sem hafi verið þar náttúrulega að það eru litli leiðungar og með lítinn stöðning og bröttu fjalli sem að er bæði hrun og snjóflóð og fleira þannig og menn hafi verið í gegnum tíðina að reyna svolítið af vanefnum. Þetta er aðeins að breytast núna því það seinustu ár hafa verið stórir skipulagðir leiðungrar með föstu línum og fleira sem hafa verið að fara á fjallið og þá kannski breytist tölfræðin en ég held að allan ég ennþá sé þetta teljist þetta mjög hættulegt fjall. En er það þá fólk sé að detta eða er það bara að verða úti og lítið súrefni? Ég held að sé bara ganga of nærri sér og verða of þreytt og halda of lengi áfram og keyra sig of mikið út í rauninni til þess að geta tekið markvissar ákvörðunum þessar að gera. Menn halda náttúrulega hafa ekki líkalega getu til að halda endalaust áfram og verða að spara orku og geyma orku til þess að komast niður. Og ef að svo ákvörðun, ef toppaviljin og sterkur og menn halda of lengi áfram, þá getur það stemt í bara óefni. En er eitthvað svona bakland til þess að falla á þegar maður er komin svona hátt upp? Það er náttúrulega þyrlur fljúa ekki til þessari hæðu eitthvað? Nei, það er ekkert. Þú verður treysta bara sjálf með þig og vera viss og rauninni að hafa bara bara svona íhaldsama ákvörðun. Þannig að þú drægir mörkin alltaf bara öruggum megin. Þú ætlar að eiga súrefni og tíma og líkanlega getu til þess að geta gert meira kannski heldur en þú mátt bara ekki halda og lengi áfram. Og ég fæl að vera búin að forhugsa margar þessar ákvarðanir, þannig að þú ert búin að fara í gegnum þetta, þú ert búin að hugsa þetta og fyrirfram ákveða, þú ert í góðum aðstæðum. Þá getur þú sagt hvað ætlar að gefa þér langan tíma. Og svo ákvörðun, hún er rauninni svolítið endaleg, þannig að þú breytir henni ekkert á toppadaginn. Þannig að þú ert búin að setja línu sem þú bara heldur þig við og ef þú nærði ekki innan þeirra marka eða súrefnisnotkunar eða tíma eða hvernig þú ert búin að hugsa það, þá er þetta bara búið, þá bara nærði ekki. Og þetta er vinna sem að leiðsögumenn eru í öllu áhættusömu að vinna meira og meira, eins og til dæmis í snjóflóða þjálfuninni og fjallaskíðamennskunni, að þá er unnið í brekkum og ákvörðunatöku daginn áður og síðan er bannað á rauninni í útideginum þar sem þú ert út að skíða að fara yfir þau mörk. Þú ert búin að fyrirfram ákveða, þú getur safnað upplýsingum til þess að koma aftur í skála eða hús og breyti fyrir daginn þar á eftir, en þú breytir ekki, þú opnar ekki lokuður svæðin meðan þú ert út að skíða yfir daginn. Þannig að þetta er svona áhættustjórnun sem hefur verið að ryðja sér til rúms og ég held að auki öryggi þá bara farþega í skipulögðum ferðum meira bara. Það er svolítið klikkað að hugsa til þess að þetta eru svona þeir leiðangrar þar sem að ef eitthvað kemur upp á þá er bara ekki takt að koma sér í talstöðasamband við eitthvað og hann sendir upp fólk til að bjarga þér því þetta er bara það hættulegt svæði og það mikil áhætta fyrir einhvern að fara í björgunarleiðangur að það er ekki gert, þér er bara ekki bjargað. Nei, ég vil ekki og allan ekkert sem þú getur treyst á eða stólað á. Hvað er maður lengi á toppnum á Everest í þessari allra hæstu hæð? Stoppa bara í stutt og þú tekur nokkra myndir og svona lítið, já, og þú ert að fara niður aftur. Hvað aðri leiðangrar eru svona utan Everest sem að standa upp úr hjá þér? Þetta er sett með smart og mann hefur náttúrulega þvælst yfir Grænlandsjökul og við á Grænlandi og báða pólana og fleira þannig og minnst sett Grænland, austurströnd Grænland alltaf gríðarlega heillandi. Minnst flott og bæði menning og annað. Minnst norðurpóllinn, minnst hann flottur. Hvernig er að fara á norðurpól? Það er minnst það flott, það er lítið tími sem þú hefur sem er opinn til þess að fara. Sólin er rétt komin upp, það eru langir skuggar og ólíkt suðurpólnum sem er meginland, það sem er svona einsleitara og dag er eins og dagurinn í gær og morgundagurinn verður eins og það er klukkan sem stjórnar hversu langt þú ætlar að ganga og þetta er bara flatneskja. En norðurpóllinn það er ekkert í hendi, þetta er allt á hreyfingu, þetta er búið að brotna upp og endurfrjósa, þetta getur brotnað upp undir fótunum á þér og það er kalt og þetta er svo fjandsalegt umhverfi
og mér finnst mjög gaman að vera þarna. Já, ok, þú sækist í þessar hættur. Þetta er ekki, ég veit ekki hvort þetta séu kannski beint hættur, jú, vissulega, það getur verið það, en þó að ísinn sé að reka sundur eða klessa saman með háaða og maður þurfi að stundum að vera snöggur að hugsa, það er ekki að höra bara kjur og á þetta brýtur upp daginn og þetta er, þú veist aldrei, þú stefnir á einhver trygg og þú sér það, þetta er allt, fer að heyri í honum í kílómetra fjarlægð og stefnir það sem er í lægstur og svo kannski allt í unnur þetta kjurt eða fer á stað þegar þú ert að fara í gegn og þú veist aldrei hvað er handan við, þú getur hvena sem er komið á opnu vatni og maður getur ekki, við erum ekki í þessum leiðangrum sem ég er að fara, hef ég ekki verið með útbúna til þess að synda, heldur eru bara líku við ef þetta er þvert, þá þarf maður að kasta upp á það hvort maður ætla að fara til að hægri eða vinstri og stundu sér maður alveg langar vegalengdar á opnum sjó og stefnir þá þar sem er styttra í að mann sjá í beygju eða eitthvað þannig og vonast til þess að komast yfir þetta þar. Þannig þetta er ekki tilbreytingalaust, það er alltaf eitthvað að gerast. Þannig að það er skemmtilegt. Þannig að þú ert ekkert með neina leið planað og þú ert bara svolítið að spinna á staðnum. Ég veit alveg hvert ég er að fara þar sem er 90 gráður norður og allar áttir eru suður, en það er af hverjum hvort ég fær alveg beinustu leiðangað eða þurfa að taka einhverja hlikki á leiðinni. Já, hver er skilgreiningin að labba á norðurpólinn? Út af þú einhvern veginn, það er engin eins og með Everest, það er svona smá endapunktur að standa upp á toppnum, en hvernig er það með norðurpólinn? Þetta er bara GPS-tæki segir það. Þá ertu komin. Já, og meiri segja, þetta er nú hreyfingu og svo fer að því að ísinn er að þynnast og það er þessar myndir sem við sjáum yfirleitt í fjölmiðlum er að sína að ísinn er að minnka, það er að sína útbreiðsluna og lágmarksís og hvernig hann minnkar og hvernig hámarks ísinn yfirborðið minnkar, en það er margt annað eins og þegar fóru þarna fyrst þá lentum við á gömlum ísjakum, þá leitast við að hafa bækjustöð á þykkar ís, það er ekkert í boði í dag, það er ekkert meira heldur en bara eins ás ís sem er á pólnum. Hann er bara floti og þetta er bara 1,5 metra íshella bara almennt yfir en ekki allt upp í 9 metra svona þú veist af 4-5 ára gömlum ís eins og var og vindurinn hefur meira, þetta er náttúrulega olíuflutningaskip ef þetta er á hreyfingu þá þetta tapar ekkit, þetta er bara annar lögmál Newtons, allt heldur bara óbreyttum hraða stefnu nema á það virki kraftur og vindurinn þarf að er allan hann er núna farin að geta breytt stefnu ísins smá saman, þannig að það er sama vindáttin í langa tíma þá verður bara ísin að reka í þá átt. Þetta er nýtt. Þetta er bara að gerast á seinustu árum og þenn er þynnri, hann brotnar meira, hann er kvikari og þú veist aldrei í hvaða þú leggur á stað og þú vonar að rekstefna verði svipuð, en ef maður lendir til dæmis að missir af pólardeginum ef þú stoppar á nálægt pólnum þá er póllinn á hreyfingu og ísinn er á hreyfingu með þig en póllinn er kjur. Þetta er náttúrulega, maður lítur alltaf á þetta sem afstödd eins og póllinn þegar hefast til og þá getur þú lent í að það fara eldan og þá er hann á ferð og þú þarft að fara á eftir honum í staðin fyrir að reyna að koma bara svolítið hratt inn og úr svolítið fjarlægð þannig að það er auðveldar að komast á pólinn og maður getur verið og endað svona svolítið eins og á færibandi að vera sem maður er ekki inn á pólinn að færist hann alltaf í burtu en þetta er bara skondið. En hvernig myndir þú segja að þetta sé hættulaus leiðangur? Nei, ég held að hann er sprunginn og maður getur fóbrotnað og að detta í misfellum ís og maður geti verstafalli, maður hefur nú mist mann aðeins svona í vatn en ef vel er af sér staði þá það hefur ekki farist þarna maður í mörg ár þannig að það er tölfræðilega séð er þetta ekki kannski beint hættulegt. Það er náttúrulega líka út að þú ert ekki að glíma við háfjallaveikina og þess aftar. Nei, þú ert náttúrulega með opið, það eru 3 kilometrar nær á fastlendi og það er beint fyrir neðan þig. Allt annað er bara kvikt og reyfingu og stundum er þetta uppbrotið og sem þú ert að fara yfir og þetta finna hæfa leið og bara öruga leið til að komast yfir þetta og meta það alltaf jafnáðum. Þannig að það er að fara sér að voða en ef maður gerir þetta skynsamlega þá ætti þetta ekki að vera það mikil áhætta. En Suðurpóllinn, er það allt annar pakki? Allt annar hlutur. Það er það er bara flatlendi, það er algjörlega, það breytist ekki neitt. Það er lítil úrkoma sem að næri inn á pólasléttuna og veður svona tiltölulega stabílt yfirleitt og það er annarkvort háskýjað eða heiskýrt og þannig að það er svona, við skulum segja að það sé einsleitara frá degi til dags. Og finnst það alveg gaman, skemmtilega ganga? Allt í lagi og svo til dæmis seinasta gráðan sem er svona kannski algengasta með farið, þá labba menn frá 89. gráðu, lenda það rétt fyrir utan bara með skíðavél og ganga inn á pólinn. Það er ekkert svo langt, þetta er nægilega langt til þess að vera erfitt og maður fyrir að finna þetta sé alveg maður þarf að taka á því og þetta er svona líkanlegt erfið en þetta er ekki það langt að þetta sé
þetta sé hérna orðin svona, monotonist og hérna það er mjög skemmtileg ferð finnst mér að hérna gangin og gaman að koma inn á pólinn, það er eitthvað á hérna Suðurpólinn, það er bandarísk rannsóknarstöð á Amundsen-Scott-stöðin og hérna þessi hérna rakara hérna kúla með eða sett hérna póstur með hérna kúlun og svona þannig þetta er svona myndrænt. Er það á Suðurpólinn? Já. Kekja. Og fánar síðan hérna ríkjana sem að stjórna hérna heimsálfunni hérna í svona hálfringi kring þannig þetta er svona myndrænt og fallet og vissulega gaman að koma þannig. Við vorum að tala hérna Machu Picchu áður en við byrjum að taka upp. Hvernig eru þær göngur allar saman? Mér fannst að hérna eins og þú nefndir síðan sjálfur. Mér finnst það að vera smá svona eitthvað sem að verður að pröfa áður maður deyr bara. Blessaðvert, þetta er svo meira sem að ferðast með fleiri hluti þetta gera áður og hérna deyrð. Já, er það komin bara langur listi núna? Já, eftir hverja ferð sem þú ferð í sem er einu sinni á ævinni ferð, svona, þú lítur á þetta til að byrja með og hérna og þá ertu komið með 2 eða 4 hugmyndir þegar þú kemur út úr því og búin að tala við hitt fólkið í ferðinni og allt þetta og þannig að það er svo margt að núti sem þú bara veist ekki að þú þarft að gera. Þannig að þetta er hættuleg braut. En það sem ég verið að gera er að færa mig frá þessum fjallgöngum, svona mestmegnis að ég ætla að halda áfram að fara kannski á Pólan og eitthvað fleiri og einhverja fjallgöngur. En ég að gera ferðir sem... Eins og til dæmis toppur Everest. Já, reyndar, en ekki oft. En hérna að gera ferðir sem eru svona bara, njóta bara meðan á því stendur. Hérna, og við höfum verið með þema á fjallegsömunum að taka fallegustu gönguferðir í heimi. Og National Geographic meðal annars, þetta er náttúrulega alltaf persónulegt val, þetta er aldrei eitt sem er alveg rétt. Hefur hérna gert svona lista og mann hefur verið að tikka hérna í þessi boks og bjóði upp á þessar hérna ferðir að labba til dæmis stjórnan hérna treilin í Petru sem er alveg og Petra er á þessum 9 undrum veraldar og er álíka og Machu Picchu hérna líka og þessar, þetta eru oft staðir sem þú séð myndir af og hérna heldur og viti hvernig en upplifunin er svo mörgu sinnu sterkari þegar þú kemur á staðin og sér þetta megin augum og þetta er þú starra og meira og virka dýpra á mann heldur maður hérna hefði haldið. Þannig þetta eru mjög skemmtilega ferðir og við erum í ferðum sem er líkanlega hreyfing og hérna góði matur og það er menning og hérna veist það bara mjög skemmtilegt og hérna þetta er það sem ég ætla að gera og hérna finnst gaman að gera og gera bara meira af á næsta ára með ef það er í boði, ef aðstæður í þjóðfélaginu og fleira eru þess þannig að fólk vill ferðast og getur ferðast þá ætla ég að gera svona ferðir á næsta ára. En ert þú sjálfur með eitthvað svona hljómar eins og þú sért ekki einhver svona brjálaðis adrenalín fíkill að sért að sækjast í þessar hættulegu aðstæður, það er meira bara eins og njótið þess að ganga og í fallegu landslægi, er það rétt skilið hjá mér? Ég held að það sé bara almennt að vera úti og það er svo margt sem að höfða til með og þau segja það til dæmis eins og með Nepal að þú kemur fyrst út af fjöllunum og síðan bara fer eftir í hversu bráþróska eða seinþróska maður að þú færist frá þeirri hugsun og ferða út af menningu út af fólki þegar í endurkominni og fyrir mig tók þetta smá tíma mér varst fjöllin mjög heillandi í byrjun en núna finnst mér menningin og bara að fara sjá fólk og eitthvað með það sem virkar mjög sterkt á mig og ég hef farið við heim þegar fólk býr við þessi eins og í Tíbet og eins og efst upp í Nepal og austurströnd Grænlands er að bjóða við þessi, búa við þessi lífsskilyrði og þessi sérhafa menning sem þarf til að lifa við lífsskilyrði sem eru bara valla, bara þú veist, þetta er alveg bara mörgum að það sé hægt og þetta harræði, þessi harneskja eins og bara hálendi Íslands og fleira þannig, mér finnst þetta mjög sterkt. Þannig að geta verið í landslægi og séð fallegu landslægi og verið með menningu og fólk sem að lifir þarna og náði einhverju snertningu og tengslu við það mest að óbúrslega sterku upplifun. Hefur þú eitt slatta tíma í Nepal, ekki upp á, ekki í þessum grunnbúðum og efri grunnbúðum, bara í borginni Kathmandu eða þess að þar? Ég eins og núna náttúrulega fer ég þarna í október og var að koma heim, reynda með smá viðtöl í Indlandi var ég að koma heim núna bara sinnistu viku, þannig að þetta er búin að vera þarna svolítinn tíma. En já, ég hef eitt svolítinn tíma en þá alltaf í kringum fjallgöngur eða ferðalög. Og maður er að eldast og maður er að hugsa, maður er að reyna að vera skynsamari, þannig að ég er alltaf eða enn meiri tíma og þá meira í, í tengslu við þessa ferðir. Ég ætla ekki að reyna að minnka það eins og fara á Suðurpólinn og koma til Syðstótt og Suður-Ameríku og vera að fljúga þetta í einni beit heim. Að gefa sér tíma og þegar börnin eldast og þetta þess að tækifæri gefst að nota þessa ferðir og sjá meira og gera ennþá meira heldur en það verður að gera. Já, ég heyr alltaf bara af þegar ég hugsa Nepal, þá er það Everest eða matareitrun. Matareitrun? Já, er það ekki vandamál þarna?
þess að reyndar hef ég tekið í þessum ferðum eins og gangan upp í grunnbúðir Everest er svolítið bara átt að reyna að halda heilsu, af því að þetta er bara skemmtileg ferð og þetta er ekki svo erfitt ef það er ekkert annað sem bjátar á. Hvað, er það 5.000 og eitthvað? 600? Já, verður bygg kannski 5.600 útsýnisæði sem heitir Kalipatar og þannig að við höfum tekið í byrjun ferðar þá ég farið mjög stíft í gegnum mataræði og þetta er bara hvað við borðum og hvað ekki og hvernig þú þessar óæskilegu bakteríur komast inn í vefinn og mjög oft í gegnum þínar eigin hendur, þú setur puttan í munnin beint eða óbeint, þannig að þetta bara venja fólk við að taka bara ekki utan á brjóstsögnum sínum handlengan með höndunum og setja hann í munnin eða við sleikja puttana og halda síðan í handriði þar sem hundruði manna eru búin að haldi að eða bara þannig þegar við komast upp í þetta borða til dæmis bara soðnavöru og þá komast menn, ég held að við höfum ansi mörg langt síðan einhverja að fengið alvarlega í magan í ferð hjá manni og síðan hefur maður slakað aðeins á þessu svona því að þetta er kannski prinsip sem er þið leiðilegt að lifa við í alla ævi og ætlar eingöngu að gera þetta í ferðalögum og það er þess virði að borða salat þó getur vegstæði einhvern tímann þá það er í lokferðar og úr til góðri aðstöðu en það verður alltaf hver og einn ákveða og það er mann er búin að segja frá hættunni en í byrjun ferðar þar sem þetta geti eyðilegt ferðina að þá er maður mjög stíft á handvotti, handspritti og mataræði og hefur komist í gegnum þessi ferðalög svona í bankiborðið á þess að einhver sé að fá alvarlega matarætun. Ertu með eitthvað svona bucket lista dæmi sem út ennþá eftir, einhverja ferð sem út ennþá eftir að taka? Já, það er alltaf fullt og og það getur verið bæði á Íslandi, Grænlandi eða bara hvar sem er í heiminum og ég fæl á Íslandi þar sem að þessi frímerki sem eru eftir, þessi 3 hyrningar sem eru ekki komið á, en það er alltaf hugmyndir og alltaf þegar maður fer og þá er alltaf eitthvað sem maður sér og eitthvað sem maður langar til að gera og sem betur fyrir bæði landið og heimurinn ekki svo lítið að maður sé búinn með allt sem maður langar til að gera og þessar ferðir sem maður langar til að fara í heiminum eru svo mjög margar og það er svo margt ég geti talið alveg upp endalaus svæði og bara svæði sem maður hefur snert af eins og við erum í hjólaferðin inn í Mustang hér næsta haust og þar sem við ætlum að hjóla helmingin á Annapúrnarhringnum þar sem við, hæsta sem við förum er í jaðri Efri Mustang byggðar sem að gamalt konungsríki lokað til 1975 og við förum ekki þar inn, við bara rétt snertum inn á það hérað en það hérað er hátt yfir sjávarmál, það er gróðulaust og ríkugt, það er svona eins og Tíbet og þar væri til dæmis rosalega gaman að fara og hvort sem verður reiðhjóli eða gangandi hér að þar við hliðinu og þetta Dolfa og er svona mörkum er svona þessi mörkum hins byggilega og það er nánast engin ferðamennska sem er þar inn og þessi gististæði tehús ekki kannski við hæfi vestrana búa að gista í og menn eru það er ekki gróður það er þetta er svo hátt yfir sjávarmál til dæmis það er sífreyri þannig útferðarsiðirnir eru svona skyburial eða mennum líkamönnum eru gefin rækumönnum og fleira þannig það er engin að fara inn í norður Indlandin í Ladakh hérað eða inn í þau hérað, það er svo ókosturinn við það er að gera það á íslenska sumrinu það verður svo óbúslegu kuldi þar á veturnar þannig að það ég geti talið endalaust upp, það er alveg Já, marga ferðir sem við langar að fara í Já, en mjög oft er þetta sameiginlegt alltaf vilja að ganga og eða hreyfa sig, hjóla eða vera í hreyfingu, sjá bæði landslag og menningu og það finnst mér sterkast upplifun Já, en þetta er ekkert allt þessar hættu ferðir þar sem að menn er að labba með súrefniskúta og ganga þetta fram á lík hér og þar Nei, sem betur fyrr aðeins mér ánægi í lífinu heldur en bara það Já, þannig að það er alveg En hvernig er svona tekið í það eins og varst að tala um í byrjun að þetta væri svona egocentrískar ferðir hvernig líst fjölskyldin á að sérst að fara aftur upp á Everest? Ég gæti ekki svara vel af því að það er af því að það er bara eðli ferðarinnar það er ekkert skynsalegt að gera þessa hluti og en það er áttur á móti þessi hugsun er búin að vera svo lengi til staðar ég unni meini 30 ár sem leiðsögum ég er búin að fara margar ferðir á flest af þessum hæstu tindum heimsálfanna og búin að vera burtu vor eftir haust eftir haust og vor eftir vor og í langan tíma í fjallgöngum
og ég hafði þegar ég var ákveð að fara á Everest þá hafði ég áhyggjur af því að segja móður minni frá því og þannig að fyrstu viðbrögðin í henni voru því ég sagðist að nú ætlaði ég að fara á Everest í vor, býttu, varstu ekki búin að fara þar en svo fór hún að lesa sér til og átta sig á því og hafði reynda mjög miklar áhyggjur og mun eflaust hafa áhyggjur þegar aftur að þvælast þetta og þú veist, ég skil alveg þess að hugsunum, mann finnst mann vera næstu í að storka örlögur, maður vera búin að fara og ganga vel og vera að fara aftur hverjum við látið þetta ekki bara eiga sig ég mun gera það, mann eldast ég ætla ekki að vera alveg í þessari ferðamennsku allt mitt líf, ég ætla að gera ánægilega ferðir sem farastúri og allir eru bara velkomnir að koma með og taka þátt í þeirri ferðamennsku og þeirri leið gegnum lífið með mér eða vilja. Ertu spenntur að fara aftur? Já, ég er náttúrulega búin að hugsa þetta svolítið tíma og ég er búin að setja niður núna bara alla þá þjónustu og allt sem ég ætla að gera í svo miklum smáatriðum að segja hvernig tjaldi ég ætla að sofa í og hvernig matatjaldi og hvað ég ætla að borða og bara hvernig ég ætla að hafa þetta alveg bara sem skipulega, ég mun að lista þetta svo algjörlega niður og gististæðinu sem ég ætla að gista og allt þetta að það er náttúrulega sett spenna eða þetta er svona bara eins og undirbúningur sem hafið mér svona löngum fyrirvara að já, vissulega er þetta svona eitthvað svona hlutur sem maður náttúrulega gera en það er náttúrulega kvíði líka í svona ferðalögum að maður veit alveg að þetta er óþægilegt og þetta er erfitt en maður náttúrulega reyna að gera sér þetta eins þægilegt og maður getur. Þú veist að borða, hvað nær maður að borða þarna? Er einhverjar kræsingar í 8.000 metrónum? Já, nei ekki 8.000 metrum það er kannski þegar maður í efstu búðum þar sem eru tæpilega 8.000 að borða þar og maður þarf að borða þar til þess að hafa orku fyrir daginn og eftir en þá tekur maður eitthvað sem mann langar í og er búin að hugsa og er búin að spara og til þess að hafa lista á því að borða þar og það er bara í sjálfsögum mann að borða það bara kaffið og svo bara með mann drekka vel án maður leggur á stað það er ekkit svo sem mikið annað og borða þá leiðinni sem að bara mægin það er svona svolítið maður þarf að finna út bara hvað mægin heldur niðri og hvað maður getur borðað þannig að maður sé ekki tómur en maður er aðalega bara að halda að drekka. Þarf maður að neyða ofan í sig mat eða er þetta svo mikil hvað segir maður, orku eðsla sem líka með fyrir í þarna uppi? Ég oft búin að ræða þetta oft með bara þú veist þegar maður stjórnar eða farastur í þessum fjallgöngum og Denali og Aconcagua og öllu þessu það þarf að borða fram á toppnum og það er mjög margir svona að segja pressunni líkur að maður þurfa að borða til að halda sér orku fyrir daginn eftir sem bara slaka á, langar ekki að borða þannig að á leiðinni niður svona þú veist, þá maður sleppi einu degi mat og niðurleið það skiptir ekkert þú veist, megin máli en já, þetta er pressa, maður þarf að borða. Er þetta eitthvað störla magn eða veistu hvað þetta er í kaloríum? Þetta er ekki sér, það eru rauninni pólarferðirnar sem eru með mestu kaloríumagni og mestri vinn. Ferðir eins og þú veist, að fara inn á alla leiðin á Suðurpólinn eða yfir Grænlandsjökul, þá ertu með þetta útreiknað og þú ert þarft að borða ákveðin kaloríu fjölda á daga því þetta er svona Grænlandsjökul, þetta eru vinnudagarnir á jöklinum frá Jökulbrún og Jökulbrún eru svona kringu 20 og því að verið 16, 19, 20, 21, 23 þannig svona þú veist og þetta er líkanlega erfið vinna alla dagana en þegar við tekið eins og seríu í lokin þar sem mann er að fara dag eftir dag yfir 40 km eða 40 km á ganguskilum og það er bara með sleðan aftan í sér og þetta er það er gríðarlega orka sem er í þetta þannig að til þess að halda vikt og því það er náttúrulega hæðin er ekki að brenna þetta er bara líkanlega erfiði sem er að brenna Já, þetta er bara svoleiðis Já, og það er þá þarf maður að borða einhverjum 5.500 upp í kaloríur á dag eða meira og ég man að sem maður hefur lesið þessa heimskautasögu og Börgi Úsland þegar hann fer þvert yfir Suðurpólinn þá heldur hann vikt á 6.700 kaloríum og sem er gríðalegt magn og þau myndi taka þetta til dæmis í kolvetnum með 4 kaloríur í grammi þá þú getur ekkert innbyrt þetta magn þú þarf að gera það með að hækka fituna í þannig að fá 9 kaloríur á grammi með fitun og í eðlilegu matræði þú getur ekkert sett farþegarna sem koma í ferðina í ómikla fitu á fyrstu vikunni þannig að þú stig eigur kaloríufjöldan og fituna sem er inn í matnum og í rauninni sett ferðað í það að þegar mann er búin að vera á ferðinni í 15-20 daga þá er svona áhugi líkamans á sykrinum mörguleiti minni en mann fitan og smjörið og skera niður frósi smjörið þetta er svo salkjöti og það bara maður finnur það bara hvað það er gott og þú veist, mér veist rjómi og vöflunum eða rjómi og góður svona almennt en þannig er alveg bara þetta er svo
fita, rjómi eða smjör, þetta brjálæðislega gott þegar líkaminn að kalla á þetta. Já, líkaminn áttar sig alveg á því hvað kaloríuríkara og hvað ekki. Já, það alveg, ef þú ert örþreyttur og getur ekki kalt vatn, það bara að þú gubbar því, líkaminn hafnar því, þannig að þetta líkaminn veit alveg hann stjórnar hvað hann vill fá, þannig að í kuldanum og í þessu mikla líkamlega erfiði þá vill maður bara feitan mat. En þegar þú léttist svona mikið, var það ekki á Everest? Þú komst 9 kílóum, 11 kílóum léttari. Hvað, þarftu þá að bæta á þig núna fyrir þessa ferð eða gerir einhverjar svoleiðis ráðstafanir? Nei, mann bara að eldast, þannig að maður þarf að fara í leikfimi og styrkja alveg bara kjarnan, að því maður veit að maður tapar þessum vöðum sem maður maður þarf að halda vera bara sterkari og maður þarf að halda við allt að maður tapar þessum hámarksvæða. Þannig að maður þarf í rauninni að með þeirrum sásökufulla æfingu sem það eru að auka halda hámarksvæðinu við og þannig að maður þarf bara að vera í leikfimi en ég ætla ekki að bæta með neitt fitu fyrir þetta því að þegar líkaminn fer í þessa hæð þá skynjar hann þetta svolítið eins og bara neyð þá brennir hann, þá tekur hann vöðvamassan af því að hann er að eyða orku frá þér og allur óþarfa vöðvamassi hann brennir kaloríum en fituna er gott að geyma og það eru neyðarbyrðirna þínar. Þannig að þetta er svo slæm megrun sem þú rauninni færði í háufjöllunum að brenna niður alla óþarfa vöðva sem þú ert ekki að hreyfa og en halda fitunni þannig að fituprósenta þín versus vöðvamassi eykst. Magna, hann bara snýr þessu við. Já, meðan aftur á móti á Grænlandsjökli að þá ertu í heilsubúðunum. Þá ertu í svo hæga langa, þú ert að reyfa því, byrjar í kannski 5 tímum, sem hljómar ekki mikið, en meðan á því stendur finnst það langt og ferði upp í hámark 8 virka tíma á mjög miklu ef þú ert í góðum hóp, þá er hópurinn að labba greitt þess 8 tíma, jafnvel upp í 2 tíma og svo pása 2 tíma eða oft er ég nú í klukkutíma sem fyrsta legnum og síðan kannski 1,5 tíma eða klukkutíma og 20 myndum eða hvernig sem þessi leggir eru. Og þá brennir maður fitu og þetta er bara eins og líkamsrækt, þú ert bara að koma maður er steltur og maður er vöðva meiri því og búin að brenna fitu þegar þú kemur úr sem ferðalögum vísu ókostunum, þú ert búin að byggja upp alveg gríðarlega matalist sem er alveg halva mánuð 3 vikur að minnka. Tekur hana með þér heim? Já, og það tekur alveg viku fyrir líkamann að fatta það, hann er að brenna svona miklu og þá kviknar á matalistinni og það tekur líka þennan halva mánuð fyrir líkamann að fatta það að þú ert ekki að brenna allir þessum kaloríum en þú hefur sömu matalist eftir að kemur heim. En það er skondið, en það er líka það er miklu hollari hreyfing heldur en þessi háufjöll. En er þetta bara líkaminn að merki svona, líkaminn snúi þessari brennslu við í þessari hæð, er þetta bara merki að við eigum ekkert að vera upp í þessari hæð og líka náttúrulega það að fólk er að nota súrefniskúta þarna uppi? Ég held að það sem að í aðstæðum sem eru álíka lífvænlegir eins og eiturefnagámur og þú deyrð á nokkrum dögum, nei, ég held að við ekkert að vera neitt mjög lengi þar. Já, en að því sögðu þá ert þú að fara aftur. Já, ég ætla að gera það, en ég ætla að reyna mitt besti að koma heim aftur og ég ætla að reyna að gera þetta eins valleg og ég get. En er ekki líka eitthvað með varandi það að þú eitthvað tengt lungunum að þú drekkir í rauninni sjálfu þér í háfjallaveiki? Það er háfjallaveikin og sem þegar það gerist og þá er það lífshættulegt ástand. Hvernig virkar það? Þekkirðu inn á það? Og hefur lent í því? Ekki sjálfur, nei, en ég hef séð þetta og núna bara í ferðum hjá mér og fleira þannig og þetta er einkenni sem að þarf að vera vakandi fyrir og rauninni séð bara allar göngur eins og göngur upp í grunnbúðir Everest eða eitthvað þannig að við reynum að gera skipulag á ferðinni sem að er íhaldsamt þannig að það er mann hækka sig ekki of mikið í og svo tekur 2 netur á sama stað til að líkaminn aðlagast þig án og hækkar þig lengra, gerir það 2 En ef að líkaminn er illa fyrir kallaður og þú nærði ekki að vinna úr þessari hæð, orka líkamanns fyrir eitthvað annað, þá geta menn veikst jafnvel í svona göngum. Og þá er það tvennt sem getur gerst í líkamannum að það myndast spjú annarkvort í höfðinu eða það myndast spjú og vökvasöfnun í lungunum. Og ef það gerist í lungunum þá bara minnkar bara eiginleika lungana til að taka súrefnismettunin í blóðinu minnkar og menn nánast drukkna. Magna, og við erum að tala um þá að ef þú ert þyrstur þá ertu að drekka sjálfur þér ef þú drekkur vatn? Nei, vatni fer nú nei, ekki þannig. Það fer ekki niður í lungun? Nei, heldur er þetta bara bjómyndunin, þetta er bara líkaminn er að skilja út vökva í lungun
þannig að það kemur innan og það er ekki að koma en þú kyngir þig niður heldur þetta bara vökvasöfnun í lungunum eins og bjú. Já, ok, þannig að það er ekki gegnum þegar þú ert að drekka eða kyngja. Nei, og það er meðferðin á þessu er náttúrulega að lækka sig sem en geta ekki runni sjálfur ef einkennin eru alvarleg. Það er súrefni sem þarf að vera með og er í öllum okkar bara gönguferðum og það er lífjagjöf og það er sterk lífjagjöf, það er bæði sem menn finnst nú gaman að því að í þessu er gefið Viagra. Sem mótefni við Háfjallavík. Til dæmis, já, það sterkir æðakerfið og alveg með svo 2-faldur skammtur 50 milligram og síðan sjálfsánæmi sterar og sterarnir auka eru bara svona bólgueyðandi sterar auka hjálpa líkamannum að vinna úr svo þetta er mjög sterk lyf og virka mjög fljótt á mann. Magna, þetta er áhugavert hvað gerist við líkamann í þessari hæð og eiginlega ennþá áhugaður að fólk leiti þetta upp í þessar áskorunir, ég dáið svolítið að þessu. Og í rauninni þarna að er líka eitt af því sem að maður ætlar ekki að hljóma kannski sem mikið auglýsing en að það eru nokkri hlutir í bara þessar almenni ferðamennsku, bæði hæð og snjóflóð sem er erfitt ofta að átta sig á því að er lífshættulegt rauninni að umgangast og þarf að gerast með mikilli varúð og þekkingu. Þannig að fara án stuðnings eða þekkingar inn á snjóflóðasvæði eða í mikla hæð er varhugavert. Þannig að það er mjög gott að gera umganga til þessar hættur af virðingu og gera það með fólki sem að kanna og þekkir til þessar aðstæðna. Og þú ert að bjóða upp á ferðir upp í grunnbúðir árlega? Já, við höfum gert það, já. Og einhverju fleiri staði? Já, við höfum verið að tikka í þetta box að vera með fallegustu ganguferðir í heiminum eins og Machu Picchu sem vorum að ræðum og hvað er það löng ganga? Það eru 9 dagar held ég sem við erum í Perú og erum með 2-falda brottför núna páskana, því páskarnir eru gott frí núna, við erum líka með Jordaníu núna í og við erum með kringum Mont Blanc og við erum með fullt af áhugaverðu gönguferðum sem út allan heim sem bæði í Dólomítunum og Albaníu og Marokko og þannig að það er fullt af ferðum sem við erum að gera og það er svona sá vettvangur sem að mig langar til þess að vinna í meira á næsta árum. Við höfum íslenskra fjallaleiðsögumanna. Já, rétt. Magna, ertu með ef einhver þarna úti er að fara að klífa Everest fjalli, ertu með einhver ráð fyrir hann? Ég held að minn ætti bara rauninni að hugsa sig hvort þeim langi og byrja á því. Já, og taka þá lítið skrif í einu og byrja í rauninni göngu í fjallgöngu og síðan bara hækka sér smá saman og og ef við fara heilir og fá reynslunni gegnum það þá er bara að gera halda áfram. Magna, herðu Leifur, gangiði vel í þinni göngu upp á Everest, tilraun 2 einn af fáum þá bara í heiminum eða ekki til þess að fara upp á fjallið tvisvar. Já, það er nú einhverju sérpar og einhverju erlendileiðsögumenn sem hafa gert það. Sérpati teljast náttúrulega ekki með Alveg sett aðalhetjurnar en við skulum nú ekki segja að ég ætla að reyna við fjallið, já, en maður getur náttúrulega ekki sagt að talað eins og maður sé fyrstum til þess að hafa gert hlutina, það verður bara komið í ljós. Já, gera tilraun við allan. Já. Frábært, gangiði vel með það og takk kærlega fyrir að koma og spjalla við okkur og segja okkur frá þessum svaðilförum sem að þú hefur farið í. Takk fyrir það.